Jæja, gott fólk. Ég að hugsa að bara hefja lesturinn. Formið á þessum fundi, það svona svolítið svipað á síðast. Þau sem ég kannast nú við einhver andlit hérna. Ég ætla að fara gegnum stutta kynningu til að byrja með og svo ætlum við að leyfa spurningar og umræður það sem Við ætlum ekki að fara í svona hópavinnu eins og síðast. En við ætlum semst að rúlla í gegnum kynninguna á áliti samstarfsnefndar og svona helstu forsendum og en hlaupum mjög hratt yfir sögu vonandi. Og ég eigi það til að tala lengur mér ætlað. Það En ég ætla að byrja bara að rifja upp hverjir það eru sem eru í þessari nefnd. Það sem við erum að kynna núna álit samstarfsnefndar sameiningu. Og í henni sitja þeir sömu og sátu áður í verkefnishópi óformlega sameiningaviðræður sem eru Þetta verður ekki langt. Smá tæknilegar. Já, það sem sagt Eva Sigurbjörnsdóttir, Delphine Brivois og Arnbjörn Bernharðsson sem eru frá Árneshreppi og svo Finnur Ólafsson, Hildur Aradóttir og Halldór Logi Friðgeirsson sem sitja í nefndinni fyrir Kaldrananeshrepp og svo höfum við aðstoðað þau við hjá KPMG höfum aðstoðað þau við að safna upplýsingum og draga fram svona staðreyndir rekstur sveitarfélagana. Þetta tímaáætlun verkefnisins eins og hún lítur út, eins og við göngum út frá því hún sé. Það að segja að það var starfandi verkefnisstjórn frá ágúst reyndar, sem sést ekki, og fram í desember. Og hún skilaði áliti til sveitarstjórnanna að væri æskilegt að halda áfram viðræðum og ákvörðunin var síðan tekin mánaðamótin janúar-febrúar þar sem var tekin ákvörðun að halda áfram viðræðum og fara í formlegar viðræður. Þar með tekin ákvörðun að kjósa sameininguna. Og af því að það verið að miða við kosningar, sveitarstjórnarkosningar og að ný sveitarstjórn í sameinuðu sveitarfélagi myndi taka við þá ef af sameiningu verður, myndi taka við þá í júní, í raun og veru eða 31. maí, að þá var ákveðið að kosningarnar færu fram í mars, 14. til 28. mars. Og ef að þið samþykki sameiningu í báðum sveitarfélögum, þá verður skipuð undirbúningsstjórn sem á þá að leggja grunninn að því að sameina sveitarfélag geti tekið til starfa 31. maí. Það þá helstu verkefni eru þá að setja sameinuðu sveitarfélagi samþykkt og að ákveða hvernig verður farið með fjármál sveitarfélagsins, sameina fjárhagsáætlanir og þess háttar. Og svo aftur kosningar yrðu þá á hefðbundnum tíma, í 16. maí held ég það sé og ný sveitarstjórn tæki við í mánaðamótin maí-júní. Og þetta svona stuttur tími tiltölulega til þess að vinna að þessu verki en þá búið að vinna mikla forvinnu hjá undirbúningsstjórninni áður en var ákveðið að fara í formlegu viðræðurnar þannig að álit samstarfsnefndar var bara lagt fyrir á fyrsta fundi. Það lá fyrir hvert það yrði og svo hafa fundi nefndarinnar snúist undirbúning kosninga og fleiri þætti sem snúa að þessu ferli sem við erum í núna og kynningamálum sérstaklega af því að það lögbundið að kynning skuli fara fram í að minnsta kosti 20 daga fram að kosningum. Og kynningin hófst með auglýsingu í lögbirtingablaðinu, því viðlesna tímariti og svo auglýsingar á heimasíðum sveitarfélagana og víðar til þess að upplýsa fólk að þessar kosningar standi fyrir dyrum. Og svona almennt séð þá spyr fólk náttúrulega hvers vegna erum við að ræða sameiningar sveitarfélaga. Og ef við horfum á svona síðustu ár þá hefur stefna stjórnvalda verið sú að reyna að fækka
litlum sveitarfélögum og svona sameina minni sveitarfélög annarkvort innbyrðis eða öðrum stærri til að fækka svona þessum fámennu sveitarfélögum á Íslandi í þeirri trú og að það sé þá gott út frá þjónustustigi við íbúa. Það að segja að stærri sveitarfélög ráði frekar við þær vaxandi kröfur sem eru til sveitarfélaga og þjónustu þeirra og að stærri einingar séu bara sjálfbærari í því tilliti og getið kannski tekist, og það kannski ekki síst það að stærri sveitarfélög geta betur tekist á við áföll heldur en minni sveitarfélög. Þó að almennt sé gangi reksturinn kannski vel að það má lítið út að bera í þegar reksturinn lítill. Liður í þessu og kannski afleiðing af stefnu stjórnvalda eru breytingar á framlögum og regluverkinu í kringum framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Við sjáum það að minni sveitarfélög, sérstaklega minni sveitarfélög með sterkan tekjugrundvöll hafa verið að fá minni framlög í nýju kerfi. Og svo sjáum við það líka að sameining hefur yfirleitt jákvæð áhrif á framlögin. Þannig að það er orðinn innbyggður hvati í jöfnunarkerfið að hvetja til sameiningar. Nú oft á tíðum er fólk líka bara að tala saman vegna þess að það hefur sameiginlega hagsmuni eða það er löng hefð fyrir samstarfi og hér eru náttúrulega miklu sameiginlegir hagsmunir undir og eitt af því sem hefur líka rekið til sameiningar í minni sveitarfélögum það er það að það verður erfiðara og erfiðara að manna hlutverk sem eru nánast unnin í sjálfboðavinnu, nefndastörf og sveitarstjórnarseta og þess háttar. Þannig að fólk sækist ekki í þessi hlutverk í sama mæli og áður og álagið kannski líka að verða alltaf meira og meira í þessum störfum. Þannig að það er eitt af því sem rekur til sameiningar viðræðna. Þegar sameiningar viðræður hefjast þá skipuð þessi samstarfsnefnd sameiningu og megin hlutverk hennar er að skila áliti sínu á því hvort að sameining sé vænlegur kostur eða ei. Það er að segja henni er falið að kanna möguleika á sameiningu sveitarfélaga og á að skila áliti. Og það segir svo sem hvergi hvað álitið á að innihalda en við göngum út frá því að það sé álit á tillögunni sem er að ræða. Þannig að og álit samstarfsnefndar í þessari tilviti liggur fyrir og hefur verið lagt fyrir sveitarstjórnir og við getum skipt þessu upp í þrennt, það er að segja jákvæð áhrif á samfélagið, jákvæð áhrif á fjárhaginn og bara almennt séð að þessi vænlegur kostur og styrki. Þannig að sameining gæti orðið til að styrkja samfélagið og tryggja íbúum lögbundna þjónustu án þess að íbúar þurfi að afsala sér áhrifum og nærþjónustu. Og það er náttúrulega eitt af því sem að íbúar óttast oft, það er að missa áhrifin og missa frá sér einhverja þjónustu sem veitt í litlu sveitarfélagi sem þau eiga ekki vona á að stærra sveitarfélag sé tilbúið að veita. Það er mat okkar að áhrifin á fjárhaginn yrðu jákvæð. Og þar kemur tvennt til, það er annars vegar sameiningarframlög sem í þessu tilfelli væri 200 milljónir króna. Jöfnunarframlög sem eru greidd til sveitarfélagana árlega myndu hækka svona 12 til 15 milljónir. Þannig að á ári og svo líka gerum við ráð fyrir að það sé einhver hagræðing í yfirstjórn sveitarfélagsins. Það er náttúrulega fækkar í sveitarstjórn en á móti kemur við reiknum með að það komi inn heimastjórn fyrir Árneshrepp sem náttúrulega kostar eitthvað á móti en þar eru 3 fulltrúar á móti 5 fulltrúum í sveitarstjórn þannig að þar er einhver sparnaður. Það sparast líka í yfirstjórn varðandi uppgjör og endurskoðun og ársreikningagerð og þess háttar, það má gera ráð fyrir að sá kostnaður lækki. En bæði sveitarfélög standa vel í sjálfu sér, þannig að sameina sveitarfélag myndi gera það líka, en fjárfestingar getan myndi að líkum aukast eitthvað. Þannig að það er samdóma álit samstarfsnefndarinnar að þetta sé vænlegur kostur og yrði að það væri gott fyrir íbúa Árneshrepps og Kaldrananeshrepps að takast höndum saman
og sameina sveitarfélagið í eitt. Þannig að samstarfsnefndin mjög jákvæð gagnvart sameiningu. Og samstarfsnefndin setur líka fram svona framtíðarsýn. Það rétt að setja svona smá fyrirvara á framtíðarsýn að þetta framtíðarsýn þessa fólks á þessum tíma en ný sveitarstjórn hefur auðvitað full völd innan sinna marka eða innan marka nýs sveitarfélags. Þannig að sveitarstjórn tekur bara við stjórn sveitarfélagsins og ákveður það sem hún vill ákveða. En þetta svona það sem að þau sjá að gæti verið niðurstaðan ef af sameiningu verður. Og það fyrsta lagi þá að það yrði 5 manna sveitarstjórn sem hefði þá rúmar heimildir til að halda fjarfundi og taka þátt í fundum í fjarfundi til að tryggja að allir geti tekið þátt óháð fjarlægðum og færð. Það yrði skipuð heimastjórn fyrir Árneshrepp sem yrði falið víðtækar heimildir til að taka ákvörðanir þeirra nærsamfélag. Þannig að og málefni sem varða íbúa þess sérstaklega. Og þar hefur verið tiltekið meðal annars þar eru fasteignir sem eru leigðar út og það gæti hugsanlega ná til deiliskipulags og þess háttar sem svona mjög staðbundnir þættir, fjallskil hugsanlega og mögulega einhverjir aðrir þættir sem að snúa svona þeirra nærsamfélagi ákvarðanir varðandi útleigu á félagsheimili og svona þessi þættir sem eru svona virkilega staðbundir. Skrifstofur sveitarfélagsins eða skrifstofu aðstaða sveitarfélagsins yrði á báðum stöðum, þar að segja í Norðurfirði og á Drangsnesi og að minnstakosti aðstaða til fjarfunda þá þeim megin sem ekki væri starfsemi daglega dags. Svo hefur verið rætt einhverja viðveru og eitthvað svoleiðis en það náttúrulega þá erum við komin út í þá verður líka að horfa til þess að þörfin fyrir viðveru starfsmanna sífellt að minnka og til aðrar lausnir til þess að leysa þjónustu þar sem svona samskipti milli skrifstofu og íbúa. En varðandi þjónustuna að þá það sýn samstarfsnefndarinnar að íbúum verði tryggð nærþjónusta eftir fremsta megni hvoru megin sem þeir væru, hvort sem þeir væru hér eða upp á Norðurfirði eða hvar sem en að stafræn samskipti yrðu nýtt sem mest og mögulega þá íbúagátt þar sem væri hægt að svona senda inn erindi og fá sækja sér þjónustu yrði sett upp þá fyrir sameinað sveitarfélag. Varðandi skólahaldið þá yrði náttúrulega áfram skóli hér á Drangsnesi og hann myndi taka að sér skólaselið sem í Árneshreppi í dag á Finnbogastöðum sem núna þjónustað frá eða núna hluti af skólastarfinu á Hólmavík. Þannig að hér yrði þá innan þessa sameinaða sveitarfélags einn skóli með í raun og veru 2 starfsstöðvar. Og þar leggur samstarfsnefndin áherslu á að starfsmaður eða starfsmenn og nemendur í skólaselinu fái góðan aðgang að þessu félagslega og faglega neti sem innan skólasamfélagsins hér. Þannig að þeir verði virkir þáttakendur og fá að njóta góðs af því samfélagi sem að þeir þá tengjast í einhvers konar fjarbúð. Þannig að þeir sjá ekki fyrir sér að skólinn yrði lagður niður í Árneshreppi og börnunum keyrt hingað eins og staðan í dag og eins og aðstæður eru í dag. En við getum svona teiknað upp einhverja mynd af því hver væri þá líklega áhrif sameiningar til að taka þetta skrefinu lengra. Augljóslega væri þetta fjölmennara samfélag heldur en bæði hvort sveitarfélagið sig. Nefndarkerfi og stjórnsýsla yrðu sameinuð og endurskipulögð og væntanlega myndi fækka nefndum. Það náttúrulega skipulagsnefnd og fræðslunefnd í báðum sveitarfélögum og þyrfti bara eina nefnd eftir fyrir hvort hlutverk. Það yrðu fleiri hlutverkar, fleiri íbúar til þess að deila þá færri hlutverkum. Eins og ég nefndi áðan erfitt að manna hlutverkin stundum, þannig að þarna væri þá
Þannig væri þá færri sæti að skipa í og fleiri hituna. Heimastjórnin yrði sett upp fyrir Árneshrepp með sitt valdsvið og aðalskipulag þarf að sameina. Það er að gera eitt aðalskipulag fyrir allt sveitarfélagið. Bæði sveitarfélög eru með aðalskipulag í dag sem eru svona komin til ára sinna, þannig að það er orðið tímabært að gera nýja aðalskipulag, þannig að það er ekki auka kostnaður við að gera nýtt skipulag, þetta er bara eitthvað sem er orðið þarft hvort þið er og svo sem þarf að taka ákvarðanir varðandi alla þætti þess, líka ný sveitastjórn á að taka afstöðu, þannig að aðalskipulagið er svona mikilvæg stefna fyrir sameina sveitarfélag en að sama skapi þið þurfið að endurnýja aðalskipulagið fljótlega. Það þarf að samræma gjaldskrár og þjónustu. Það er að segja, það er nú ekki þannig að allir íbúar eigi rétt á allir í þjónustu en það þarf að veita lögbundna þjónustu og hana á að veita á eins jafnan hátt og hægt er og tryggja aðgengi fólks að þjónustu og gjaldskrá á að vera samræmd að því gefnu að þjónusta sé sú sama. Þannig að það er heimilt ef það eru málefnaleg rök fyrir því að vera með mismunandi gjald fyrir einhverja þjónustu sem er mismunandi. Það getur til dæmis verið, segjum sem svo að sveitarfélag reki 2 líkamsræktarstöðvar í sveitarfélaginu og önnur líkamsræktin er búin fáum tækjum og eru opin sjaldan eða ekki mönnuð, að þá má vera önnur gjaldskrá fyrir hana heldur en fullkomna líkamsræktarstöð annars staðar þar er mönnuð og með sturtuaðstöðu og öllu. Þannig að þjónustan er bara betri. Þannig að það eru heimildir en alla jafna þá samræmi við gjaldskrár og það er náttúrulega ákveðnir þættir eins og fasteignaskattar, útsvar og þess háttar sem má ekki vera mismunandi. Við sjáum fyrir okkur að það yrði aukin áhersla á stafræn samskipti og sjálfsþjónustu og þetta er kannski líka vegna þess að það er bara svona almenn þróun hjá sveitarfélögum að þessi þjónusta er að aukast og færast meira yfir á netið. Þannig að alveg eins og við þekkjum úr bankanum okkar að við sækjum minna og minna í bankana þegar við getum afgreitt okkur sjálf frekar í heimabankanum. Þjónustugjöldin breytast ekki á bankanum reyndar en það er svo annað þó við gerum þetta sjálf. En við allavega sjáum fyrir okkur að þessi þróun og kannski sameiningi myndi kannski flýta fyrir þessari þróun hjá ykkur vegna þess að þið fáið ákveðin framlög sem væri hægt að nýta í þetta í kjölfar sameiningar. Og svo þarf að endurskoða samstarfs- og þjónustusamninga og það er náttúrulega í ykkar tilfelli þið eru í mörgum þjónustu eða mörgum samstarfsverkefnum sem þarf að þá að skoða samþykktir fyrir en við sjáum ekki endilega fyrir okkur að þið dragið ykkur út úr því samstarfi. Það er áfram vænlegt fyrir ykkur að veita þjónustuna í samstarfi við hin sveitarfélögin þó að þessi 2 sameinaðist. Fjárhagur sveitarfélagana er sameinaður, það er gerð ný fjárhagsáætlun fyrir bæði sameinað sveitarfélag sem til að byrja með er bara samsláttur af þessum 2 sem urðu til í desember á þessu síðasta ári en svo eru gerðar viðbætur til að laga að nýjum aðstæðum. Framlag jöfnunarsjóðs myndi hækka eins og ég sagði áðan 12 til 15 milljónir árlega og þið fengið þessar 200 milljónir í sameiningaframlög sem að greiðast út á 7 árum og og svo eins og ég sagði áðan reiknum við með einhvers konar einhverri hagræðingu í yfirstjórn og svo má náttúrulega nefna skólakostnaðurinn sem að núna er þá verið að greiða úr Árneshreppi yfir í Strandabyggð að það myndi þá vera fjármunir sem færast þá eru þá bara hreinn rekstrakostnaður skóla í staðinn fyrir að vera greiðsla til í raun og veru þjónustuaðila. Og hér er bara aftur þetta yfirlit yfir framlögin 201 milljón. 1 milljón er svokallað þetta er svokallað 200 milljónir er svokallað fast framlag sem eru þá 100 milljónir á hvort sveitafélag sem að greiðast til þess að standa straum af kostnaði við sameininguna og þessi 1 milljón hún er svokallað byggðaframlag sem að ræðst af því að
Annað sveitarfélagana hefur ekki haldið alveg í við fjölgun íbúa miðað við landsmeðaltal og þetta er reiknað á grundvelli ársreiknings 2024 og við fyrirgefið 2025 og mundi þar af leiðandi væntanlega bara vera óbreytt en þetta er samt áætlun sem að gæti hnikast til kannski 1 milljón til eða frá. En 200 milljónir eru alveg fastar í hendi. Og svo þessar, þarna stendur nú 13 milljónir en það er svona einhvers staðar milli 12 og 15 sem ég nefndi áðan. Þannig að, en þetta, já, þetta eru peningar sem koma eingöngu til ykkar ef það er sameinað. Þannig að þá hækka framlög jöfnunarsjóðs lítillega, eða lítillega, þetta eru svona hlutfallslega, ekki svona þokkalega hækkun, en þetta er allavega, þarna erum við að tala kannski 1 stöðugild á ári sem að framlögin hækka Sveitarfélögin eru náttúrulega að veita ýmsa þjónustu í dag og hún er svo sem mismunandi. Í Árneshreppi þá er rekin skrifstofa eins og hér. Það er sorphirða eins og lög gera ráð fyrir og það er rotþróalosun sem að þarf að sinna í báðum sveitarfélögum. Bæði sveitarfélög reka hafnir og það er í báðum sveitarfélögum einhver þáttaka í snjómokstri. Hér er náttúrulega snjómokstur á Drangsnesi og það er einhver heimreiðamokstur líka. Þeir ekki slökkvilið sem er ekki rekið í Árneshreppi. Hér er vatnsveita líka og hitaveita og það er ekkert svoleiðis fyrir hendi á vegum sveitarfélagsins í Árneshreppi. Bæði sveitarfélög eru í umtalsverðu samstarfi félagsþjónustu og á sviði félagsþjónustu málefna fatlaðra og barnaverndar. Það kemur aðeins skýrara yfirlit það næst. Bæði, þið rekið, var þetta ekki 3 baðlaugar, en ungmennafélagið í Árneshreppi sér rekstur sundlaugar þar. Það er skólaserið sem ég nefndi áðan er í Árneshreppi en þið rekið ykkar eigin grunnskóla. Hér er líkamsræktarstöð og þið veitið frístundastyrk sem er ekki veittur í Árneshreppi. Ef við skoðum svo menningar og atvinnumálin þá eru félagsheimili í Árnesi sem að þau reka og eiga. Sveitarfélagið á líka Kaffi Norðurfjörður, Kaffi Norðurfjörð og húsnæði sem verslunarfélag Árneshrepps er í og það er eins og hér verslunin er í húsnæði sem að sveitarfélagið á og leggur til rekstrarins. En hér eigið þið náttúrulega líka fiskvinnsluna Drang og útgerðarfélagið Skúla og hér er nefnd líka galdrasýningin á Ströndum. Þannig að það er svona ýmislegt sem sveitarfélögin gera nú þegar og eru að gera sem er sambærilegt. Það er einhver mismunur á þjónustunni líka, en svo er kannski líka einkennandi fyrir svona dreifbýlissveitarfélög og það er stundum þjónusta sem er ekki lögbundin, sem er samt engu að síður íbúanum mjög mikilvæg. Þannig að þið eru að veita einhverja svoleiðis þjónustu líka. En þessi þjónustu og samstarfssamningar hérna eru svona þeir helstu. Þið eruð í fjórðungssambandi Vestfjarða. Þið eruð aðilar að félagsþjónustu Stranda og Reykhólahrepps og þið eru líka aðilar að sérhæfðri velferðarþjónustu á Vestfjörðum, þar sem að Ísafjörður er leiðandi sveitarfélag og barnaverndarþjónustu Vestfjarða. Þið eruð aðilar að sorpsamlagi Strandasýslu og þið eru líka aðilar að svæðisáætlunum meðhöndlun úrgangs á Vestfjörðum, svo eitthvað sé nefnt. Þannig að svona stór flókin verkefni, þeim er sinnt mikið til í samstarfi. Og sjálfur sér engin ástæða til að breyta því ef að vel gengur. Hér er svona tölfræði yfir bara hvernig þið lítið út í dag. Þessi brúni punktur þarna, hann er fallega appelsínugulur á mínum klæðum. Bara en það skila sér bara ekki alveg. En við erum sem sagt að tala 180 íbúa samtals. Hér búa 41% íbúa í þéttbýlinu. Í sameinuðu sveitarfélagi myndi þetta snúast við. Það eru 40% sem að
það búa 40% í dreifbýlinu hér, en þetta myndi snúast svolítið við ef að yrði sameinað þá eru 60% íbúa í dreifbýli. Og kynjaskiptingin tiltölulega jöfn og hefur verið, og þróunin hér hefur verið frekar svona stöðug og frekar fjölgun en fækkun, þannig að það nú svona, og það áhugavert fyrir okkur sem höfum komið að mörgum svona verkefnum að sjá að Byggðastofnun gerir ráð fyrir mikilli fjölgun hér í sínum tölum sem að við bara höfum eiginlega ekki séð á landsbyggðinni annars staðar, þannig að hvað sem því veldur. En þið allavega yrðuð 180 íbúar samtals og eins og ég segi 70 af ykkur yrðu þá áfram hér og Árneshrepp og Drangsnes þá náttúrulega áfram svona þjónustu kjarni og má gera ráð fyrir að hlutverk ykkar gagnvart íbúum Árneshrepps myndi stækka. Það eitt sem má nefna og það hér í báðum sveitarfélögum mikið svona árstíðabundna búsetu. Þannig að það er náttúrulega bæði fólk sem hér með lögheimilisfesti og mikið annars staðar, en svo líka ekki síður einhverju sem eiga lögheimili annars staðar og koma hér yfir sumarmánuðina til að sinna strandveiðum eða að vera í sumarhúsinu sínu eða hvað sem það er. Þannig að það er svona mikil svona svolítið dulin búseta, þjónustu, væntanlega aðilar sem þurfa þjónustu, en og þarf að horfa til með einhverjum hætti í starfsemi sveitarfélagsins. Atvinnuvegirnir mjög svipaðir og fyrir ykkur sem komu hérna á fyrri fundinn í nóvember þá þetta náttúrulega endurtekið efni, en sjávarútvegurinn mjög mikilvægur, landbúnaðurinn mjög mikilvægur og ferðaþjónustan mikilvæg og vaxandi og svo náttúrulega mikil nýsköpun líka, þorskeldið og fleira. Þannig að það er svona það má segja að hagsmunir ykkar á sviði atvinnumála þeir eru mjög svipaðir og í aðalskipulaginu hér lagt gert ráð fyrir svona áframhaldandi þróun ferðamennsku og náttúrulega í Árneshreppi kannski stóra skipulagsmálið þar er virkjunin sem við komum aðeins betur að á eftir. Við ákváðum að taka aðeins snúning á byggðakvóta af því við fáum gjarnan spurningar hvaða áhrif hefur sameining á svona hagsmunamál eins og til dæmis byggðakvótan, og það er mikilvægt að segja að byggðakvótinn hann veittur til byggðarlaga, ekki til sveitarfélaga. Þannig að sá byggðakvóti sem kemur til Drangsnes, hann kemur til Drangsnes og sá byggðakvóti sem veittur til Norðurfjarðar, hann kemur áfram til Norðurfjarðar. Þannig að og það er heimilt og mörg dæmi það að sveitarfélög hafi mismunandi reglur úthlutun byggðakvótans, þar að það getur verið vinnsluskylda á einum stað en löndunarskylda á öðrum stað. Þannig að sveitarstjórn sameina sveitarfélag hefur verið í raun og veru sama svigrúm til reglusetningar eins og sveitarstjórnirnar hafa í sitt hvoru lagi í dag. Þannig að þetta myndi ekki þýða það að byggðakvótinn færi allur í einn pott og það þurfti allir að fylgja sömu reglum. En þannig að sérreglur fyrir byggðarlög eru mjög þekkt, til dæmis Akureyri með sérstakar reglur fyrir Grímsey og Hrísey og innan Ísafjarðar eru nokkrar mismunandi reglur. Ég nefndi aðeins skipulagsmálin og svona eitt af því sem svona á döfinni og það sem sagt Hvalárvirkjun. Þannig að við svona ákváðum að draga líka fram svona stöðu verkefnisins þar. Það gert ráð fyrir í þessu aðalskipulagi sem gildandi, gert ráð fyrir stíflumannvirkjum og miðlunarlónum og vinnuvegum. Þeim var bætt inn árið 2018 og svo líka gert ráð fyrir iðnaðarsvæði fyrir stöðvarhús. Þannig að aðalskipulagið í stórum dráttum tilbúið fyrir virkjanaframkvæmdir. Deiliskipulag fyrir undirbúningsrannsóknir vegna Hvalárvirkjunar var samþykkt árið 2019 og
og á grundvelli þess búið að gefa út framkvæmdaleyfi fyrir vegum, svona uppbyggingar eða svona vinnuvegum til að komast að og frá svæðinu en sú ákvörðun var kærð til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála og niðurstaðan liggur ekki fyrir þar. Þannig að það í raun og veru staðan, það verið að bíða eftir niðurstöðu þessara nefndar varðandi það. Og svo náttúrulega ýmislegt sem á eftir að leysa og það til dæmis eins og samgöngur að og frá með þungavinnuvélar sem þurfa og vörubíla og fleira sem þarf að komast þarna að ef af framkvæmdu verður. Þannig að það er ýmislegt sem er svona óleyst ennþá. Og fjárhagur sveitarfélaganna fjárhagur beggja sveitarfélaga bara góður og það er engin rauðflögg í rekstri sveitarfélaganna. Rekstrarniðurstaða beggja er jákvæð og hefur verið það undanfarin ár, þannig að bæði sveitarfélög standast regluna 3 ára rekstrarjöfnuð sem er í raun og veru reglan sem segir það að á 3 ára tímabili á alltaf að vera jákvæð niðurstaða út úr rekstri sveitarfélagsins. Þannig að ef það er halli á rekstri sveitarfélagsins 1 árið, það er ekki bannað en þá þarf að vega það upp á næstu 2 árum á eftir. Þannig að það sé alveg sama hvaða 3 ára tímabil við horfum á og þá sé alltaf plús. Veltufjárhlutfall er vel yfir viðmiðum og skuldarhlutfallið er lágt. Eva var nú að segja okkur áðan að Árneshreppur skuldar ekki neitt og þið skuldið lítið og í báðum tilfellum þá stendur veltufé undir skuldum þannig að þá er ekki reiknað svokallað skuldaviðmið. Ég veit ekki hvort þið þekki það en skuldaviðmið má hæst vera 100% á reglubundnum tekjum sveitarfélags en þið eru þá það langt undir því að það tekur því ekki að reikna það. Og það á við bæði sveitarfélög. Þannig að og veltufjárhlutfalli það er margfalt yfir viðmiðum þannig að geta ykkar til þess að standa undir afborgunum lána og skuldum og skuldbindingum er bara mjög góð. Og bæði er að skila svolítlum rekstrarafgangi þannig að það er svona talsvert eða það er svona svolítið það er frekar að safnast upp heldur en hitt. Þannig að handbært fé frá rekstri er líka bara jákvætt. Þannig að það er ekkert í rekstri sveitarfélagana sem er svona gagnrýnivert eða eins og ég segi vekur spurningar. Auðvitað er þetta bæði svona frekar litlar rekstrareiningar þannig að en það þýðir þá líka að fjárfestingarþörf er minni og þess háttar en það kannski vegur þungt ef þið farið í einhverjar fjárfestingar eins og við sjáum á grafinu á eftir með skuldaregluna þó að við séum ennþá langt undir öllum viðmiðum þá sjáum við þessa hækkun hjá Árneshreppi í skuldahlutfalli 2020 til 2023 og þannig eru þau að ef við mann rétt að fjárfesta í þau eru að innrétta íbúðir og eitthvað slíkt og því hafi náttúrulega farið í einhverjar sambærilegar fjárfestingar þannig að maður sér þetta svolítið í rekstrinum en ekkert sem að veltir neinum hlössum. Ég nefndi áðan gjaldskrárnar sem þarf að samræma og það er þarna náttúrulega veigamikið þáttur sem við stundum þurfum að horfa til er útsvarið en í þessu tilfelli er útsvarið það sama í báðum sveitarfélögum þannig að það er samræmt fasteignaskattur A sem er þá íbúðarhúsnæði og sumarhús og upp að einhverju marki landbúnaðarbyggingar. Það er heldur lægra hér hjá ykkur 0,05% en 0,0625 í Árneshreppi. Fasteignaskattur B sem er á opinberar byggingar er í báðum sveitarfélögum í hámarki. Fasteignaskattur C á atvinnuhúsnæði hann er lægri hér líka, það er að segja 1,4% á móti 1,65 í Árneshreppi. Stofngjöld eru talsvert lægri í Árneshreppi en hvort sem horft er á heimili eða sumarhús
og atvinnurekstur, þar gjald á atvinnurekstri í Árneshreppi en getur verið að atvinnureksturinn sé látinn sjálfur sjá sína eigin sorphirðu hér, Finnur? Nei, Það bara hundar eins. Ókei. Já, við erum þá bara, já, bara bætum því við þá. En eins og þið sjáið þá eru þarna liðir sem þarf að horfa til og náttúrulega veigamestu þættirnir þar eru fasteignaskatturinn en svo má nú líka, það hefur nú verið að gerast svolítið landið að sorpgjöld hafa verið að hækka óháð sameiningum af því að kröfur til flokkunar og eyðingar eru alltaf að aukast þannig að það er kannski ekkert gefið að þetta haldist svona. Nú bara þekki ekki hvar þið eru stödd á því sviði. Já, þið standist sem öll lögbundin viðmið fjármál sveitarfélaganna. Jafnvægisreglan er svo sem ég nefndi á 3 ára tímabilinu og skuldareglan þar sem þið skuldið lítið og náttúrulega sameina sveitarfélag myndi standast þessar reglur að sama skapi og svona í sjálfu sér svolítið formsatrið að fara í gegnum þetta en eftirlitsnefnd með fjárlagum sveitarfélagana, hún setur það eru nokkur viðmið sem hún horfir til sem eru bundin í reglugerðin ekki lög og í stuttu máli þá standist í þær reglur allar. Nú, ég nefndi áðan, ég er búin að nefna fundin sem var í nóvember nokkrum sinnum. Þetta svona niðurstöðurnar úr þeim fundum. Það er að segja, kostirnir við núverandi stöðu eru þá, það er það sem kom fram og nú er þetta frá báðum fundum, þetta er ekki bara annað sveitarfélagið. Það er sjálfstæði og þekking á staðháttum, stuttar boðleiðir í ákvörðunartöku, mikil samheldni íbúa, tækifæri í ferðaþjónustu, útgerð, landbúnað og nýtingu jarðvarma, góð fjárhagsstaða og sterkur mannauður og sérstaða samfélagsins. Þetta voru það svona helstu kostirnir. Helstu ókostir voru fámenni, skortur á mannauði til að sinna lögbundinni þjónustu og stjórnsýslu, samgöngur slæmar og þjónusta ríkisins er brotakennd, hár meðalaldur og barnafjölskyldur flytja burt, rödd sveitarfélagsins heyrist lítið út af við, skortur á íbúðar og atvinnuhúsnæði, engin leikskóli og aukin verkefni frá ríkinu og endalaus þrýstingur á sameiningu. Svona helstu ókostir. Áskoranir, ef af sameiningu yrðu, það eru þá lélegar samgöngur og langar vegalengdir innan hins sameinaða sveitarfélags, minni sjálfsákvörðunarréttur og vægi íbúa í nærsamfélagi, óvissa skólamál og hvort nýtt sveitarfélag nái viðmiðum íbúafjölda, lítill sjáanlegur ávinningur að því að sameinast, byggja upp samheldni í sameinuðu sveitarfélagi, fólksfjölgun, bæta samgöngur innan sveitarfélagsins og veita jafna þjónustu, aukin verkefni vegna stærra landsvæðis og svo skólamál og vegalengdir og færð. En tækifærin í sameiningu væri þá aukin hæfni til að sinna skyldum sveitarfélaga og sterkari stjórnsýsla, fjármagn frá jöfnunarsjóði og mögulegur fjárhagslegur ávinningur, auki samstarf, betri nýting á mannafla og stærðarhagkvæmni í skólamálum og félagsþjónustu, hagsmunagæsla svæðisins og þar var svona umræðan sterkari rödd í hagsmunagæslu, atvinnutækifæri, vörn gegn frekari sameiningu, svona skjól gegn kröfunum, aukin samkennd á norðurströndum, betri vegasamgöngur ef ykkur gengur betur að sækja á ríkið og svo fjölbreyttari ferðaþjónusta. Og á grundvelli þessa þá tókum við saman svona aðeins hvað væri hægt að gera til þess að mæta svona þeim áhyggjuefnum sem komu fram á fundunum og þeim áskorunum sem komu fram og það er náttúrulega vegur þungt þessi lýðræðislegi þáttur að missa áhrif og missa áhrif á nærþjónustu og það eru ýmsar leiðir þó að það sé ekki endilega, það er ekkert af þessu ákveðið, en það eru ýmsar leiðir til að mæta því. Það væri til dæmis eins og ég nefndi áðan hægt að auka sjálfsþjónustu og nýtingu stafrænna lausna, þannig að fólk geti bara sótt sína þjónustu meira að heiman. Það er hægt að taka upp og senda út fundi sveitarstjórnar til þess að leyfa fólki að fylgjast með. Það er líka hægt að halda íbúafundi einstök málefni eða reglulega íbúafundi fundi málefni sveitarfélags, þar sem bara svona almennt séð fólk getur komið og tjáð sig og talað, spurt og fengið svör.
Það hægt að halda íbúa kosningar eigin mál, einstök mál og það hægt líka að kanna hug með bara reglubundnum viðhorfskönnunum. Það til dæmis margir vinnustæðir farnir að spyrja bara svona almennt ánægju eða eitthvað svoleiðis frá degi til dags hjá starfsmönnum og sveitarfélag geti gert eitthvað slíkt meðal íbúa til þess að svona auka tengslin og auka upplýsingaflæðið á milli. En sú lausn sem að hefur kannski mest verið rædd í hópi samstarfsnefndarinnar, það eru heimastjórnirnar sem ég nefndi áðan, eða heimastjórn. Og þar hugmyndin að það geti verið hægt að skipa heimastjórn fyrir Árneshreppssvæðið sem þá fengi svolítið svona aukin áhrif yfir sínu svæði. Og forsendan fyrir því að leggja til að þetta sé gert þar en ekki hér í raun og svolítið svo að það sé frekar hætta á því að Árneshreppur missi, eða þeir sem búa í Árneshreppi í dag missi beinu áhrifin og áhrifin ykkar haldist meira í áttu af því sem að þau eru í dag. Það ekkert víst að það verði svoleiðis en það svona ályktunin fyrirfram og áhyggjuna kannski meiri þeim megin af því að missa áhrifin eðlilega. En það hægt að fela svona heimastjórnum fullnaðar afgreiðslumál í ákveðnum málum, þannig að þær ákvarðanir sem eru teknar á þeim vettvangi þurfi ekki að fara fyrir sveitarstjórnina eða aðrar nefndir og í raun og veru svona heimastjórn getur ályktað hvað sem líka, þannig að ef það eitthvað sem snýr að íbúanum þá getur heimastjórn vakið máls á því eða gagnrýnt það sem verið að ákveða og gefið svona sveitarstjórn leiðbeiningar vilja íbúana á því svæði. Í þeim fordæmum sem við höfum að skipun svona heimastjórna þá hafa verið skipaði 3 fulltrúar í heimastjórn, þar af 1 úr sveitarstjórn, þannig að 2 fulltrúar eru kosnir með beinni kosningu en 3. skipaður af sveitarstjórn sem þá svona fulltrúi heimastjórnarinnar þegar mál koma til umræðu í sveitarstjórninni. Og þetta eitt fyrirkomulag sem að væri hægt að nýta hér. En þá væri kjörtímabili 4 ár eins og hjá sveitarstjórn, en þetta svona dæmi útfærslu á því. Og tilgangurinn þá ekki síst að svona dreifa valdinu og tryggja raunverulega áhrif heimamanna á nærumhverfi sitt, en svo ekki síður að svona varðveita sérstöðuna í hverju samfélagi og veita íbúum aukið vald yfir það sem að svona snýra þeim beint og svo líka ýta undir áhuga fólks á því að taka þátt í að hafa áhrif á nærumhverfið. Það að segja að virkja fólk hreinlega þannig og draga úr hættuna á því að fólk svona bara setjist á hliðarlínuna og bíði eftir aðrir takið ákvarðanirnar. En heimastjórn með Það alltaf undir sveitarstjórn komið og í raun og veru heimastjórn þarf alltaf hún þarf alltaf eins og aðrar nefndir að virða þær heimildir sem sveitarstjórn hefur gefið henni, en sveitarstjórn getur gefið einhverjar heimildir. Það til dæmis fordæmi fyrir því að Akureyrarbær held ég setur einhvern ákveðið fjármagn sem heimastjórnin þar í Hrísey fær að ráðstafa til framkvæmda við gatnaframkvæmdir og þess háttar, þannig að það alveg hægt að gefa slíkar heimildir. En það aftur undir sveitarstjórn komið svolítið, hvernig það útfært. En kosningarnar, eins og ég nefndi, þær eru fyrirhugað núna, þær hefjast 14. mars og standa til 28. mars og ástæðan fyrir því að við erum að kjósa á svona, þið eru að kjósa á svona löngum tíma það einfaldlega að reglugerðin segir að svona þetta vera. Það að segja reglugerð íbúakosninga sveitarfélaga, þar þetta tilgreint svona, þetta á að gerast á 14 daga tímabili, það á að vera opið og á að vera hægt að kjósa á reglubundum tíma eða svona reglulegum tíma á virkum dögum og til dæmis á skrifstofum sveitarfélags. Og það verður hægt í þessu tilfelli, en þar að auki verður opinn kjörstaður í grunnskólanum 3 laugardaga í röð, 14., 21. og 28. Og
það ekkert lágmark á kosningaþátttöku, það bara einfaldur meirihluti þeirra sem kjósa sem ræður niðurstöðunni. Þetta eru tvennar kosningar, þannig að íbúar beggja sveitarfélaga þurfa, meirihluti íbúar beggja sveitarfélaga þarf að samþykkja til þess að sameiningin nái fram að ganga. Þeir sem að búa í sveitarfélaginu og eru með íslenskt eða norrænt ríkisfang, og þeir eiga allir kosningarétt, svo fremur sem þeir hafi náð 16 ára aldri á lokadegi kosningana. Það er mikilvægt. Þess að einstaklingur sem verður 16 ára á tímabilinu, kosningatímabilinu, hann á kosningarétt. Og erlendir ríkisborgarar sem hafa átt 3 ára samfellda búsetu, þeir eiga þá líka kosningarétt í þessum kosningum. Og það búið að leggja fram kjörskrána, hún til skoðunar á skrifstofu sveitarfélagsins fram að kosningum, til þess að sjá hvort allt með felldu. En þið getið líka flett upp okkur sjálfum á vef þjóðskrár. Það hlekkur, hann nú ekki þarna, en það hlekkur inn á heimasíðu sveitarfélagsins, inn á síða sem heitir Hvar má ég kjósa, og það hægt að slá sér upp og sjá hvort maður sé ekki alveg örugglega inni á réttum stað. Fyrir utan þessa opnunartíma á kjörstöðum, þá hægt að kjósa í póstkosningu, og hún fer þannig fram að þið óskið eftir, sá sem vill kjósa í póstkosningu, hann óskar eftir kjörgögnum, annaðhvort í pósti eða í tölvupósti. Ef þið óskið eftir kjörgögnum í pósti, þá fáið þið kjörseðil sendan ásamt umslögum til að setja hann í og eyðublaði til að fylla út með kjörseðlinum þegar þið skilið honum, og hann þarf að vera vottaður á 2 vottum til þess að sanna réttmæti kosningarinnar eða atkvæðagreiðslunnar. En ef þið óskið eftir þessi í tölvupósti, þá þurfið sjálf að útvega umslögin og prenta út kjörseðil sem þið fáið í tölvupósti. Og í báðum tilfellum þarf kjósandinn að koma atkvæðinu sínu til kjörstjórnar í því sveitarfélagi sem hann á kosningarétt fyrir lokun kjörstaðarins síðasta laugardaginn í 28. mars. Og opnunartíminn, hann þá 14. mars frá 12 til 14, 1. mars sama 12 til 14 og svo frá 10 til 16 laugardaginn 28. mars. Þannig að fyrir klukkan 16 þyrfti þetta póstatkvæði að vera búið að berast. Og svo opið á skrifstofunni hér mánudag til 50 frá klukkan 9 til 16 og föstudaga 9 til 13, og þá líka hægt að skila atkvæði. Og talning, hún fer fram að þeirra búið að loka kjörstöðum, og það verður auglýst sérstaklega hvar og hvenær hún hefst í sjálfur sér. Það ber að auglýsa það 7 dögum fyrir talningu. Og ef þið viljið kjósa með póstkosningu, þá sendið þið tölvupóst á drangsnes@drangsnes.is, og þar tekur Hildur við póstinum. Hún situr bæði í samstarfsnefndinni og í sameiginlegri kjörstjórn og svo í kjörstjórn Kaldananeshrepps, þannig að hún lá vel við höggi þegar við vorum að velja netfangið. Þótti bara heppileg í það. Hún í það mörgum tengdum hlutverkum þarna. En svo ef að þið samþykkið sameiningu við þessar kosningar, þá hefst í raun og veru nýtt ferli. Þá skipuð samstarfs- eða undirbúningsstjórn sem á að undirbúa gildistöku nýs sveitarfélags, sem eins og ég sagði áðan leggur til við ráðherra hvernig sameiningin á að taka gildi, hvenær hún á að taka gildi og með hvaða hætti, og hér hefur verið gengið út frá því að það sé með kosningum á reglubundnum sveitarstjórnarkosningatíma í þann 16. maí, og svo bara nýtt sveitarfélag taki til starfa þá 31. maí. En það háð því að það verði niðurstaðan. Og þá erum við komin að liðnum, ég held að Finnur hafi viljað fá orðið sem fulltrúi sveitarfélagsins þegar ég væri búinn. Þetta vantaði í Norðurvík, standa upp
Já. og fá sér veitingar. Ég man að ég var alveg að míga í buxurnar allan tíman í Árneshrepnum. Ok, ef við þá ekki taka 5 mínútna kaffilja. Herru, það örstutt kaffihlé áður en við förum í spjallið. Er ég komin í mækinn eða? Já. Ég ætla náttúrulega að byrja á að segja náttúrulega að það verður kosningaloforð örugglega í næstu kosningum að það verður barist fyrir nýja skjávarpa svona eins og flottu græjum eins og er í Árneshreppi í samgönguhúsið á Drangsnes. Herri, ég náttúrulega bara byrja á að þakka ykkur fyrir að koma. Að velta fyrir sér og ég er kannski hér til þess að reyna að svara fyrir þær samræður og það sem var rætt í samstarfsnefndinni. Það er ekkert allt sem endar alltaf í svona glærusjói og það er ekki alltaf, þetta var ekki alveg copy-paste nákvæmlega allt saman frá Árneshreppnum og bara segi ég að þetta verður allt sett á netið, þetta er í upptöku, þannig að þið geta að horta á báða fundina. En það var svolítið mikið spurt fyrir norðan hvort það væri hægt að binda hendur sveitarfélagsins fyrir ef að yrði að sameiningu og stutta svarið er að það er ekki hægt að binda hendur nýrra sveitarstjórnar sem tekur við af fyrri ákvörðunum. Þannig að svo það sé sagt og það er ekki hægt að tryggja að einhvert svæði fái fulltrúa inn í sveitarstjórn. Það er partur af lýðræðinu að það er kosið í þetta og allir eru jafnir. Það var náttúrulega mikið rætt samgöngur eðlilega fyrir norðan og hvaða viðræður við höfum átt við hið opinbera í því. Stutta svarið er að við áttum fund með Eyjólfi ráðherra og vorum þar með svona lista sem við nálguðumst ráðuneyti með hvað þeir gætu gert fyrir okkur. Þeir sögðu að ekki væri hægt að setja stóra hluti inn í samgönguáætlun þar sem væri verið að leggja hana fram þegar við áttum samtalið, en það væri kannski hægt að bregðast við einhverjum svona smærri viðhaldsaðgerðum sem væri taldar brýndar á svæðinu og við fengum svarið varðandi snjómokstur að stutta svarið væri að þetta er náttúrulega bara kerfið sem Vegagerðin vinnur eftir og erfitt að breyta því. Og síðan spurðum við einnig út í sérstakar heimildir til sveitarfélaga til þess að fá að færa eignir sveitarfélaga inn í sjálfseignarfélög eða félaga svona form þar sem notendur eða íbúar tiltekis svæðis gætu verið með stofnsamþykkt sem væri falið vald yfir því. Og þá var það bæði eignir sem eru hér í Kaldrananeshreppi eins og Hitaveituna og Útgerðarfélag Skúla ásamt að Árneshreppur hugsaði mikið þær byggingar og jarðir sem þau eiga fyrir norðan. En það eru töluverðar byggingar þarna bæði í Norðurfirði og síðan náttúrulega Finnbogastaðaskóli og meira. Stutta svarið í því var að þeir sáu þetta er framkvæmanlegt en skilyrðin sem eru sett í sveitarstjórnarlögum eru að eðlilegt afgjald komi fyrir að láta hlutin inn í félög. Það eru fordæmi fyrir því að það er hægt að stofna húseignarfélög bara með að leggja fasteignir inn, en varðandi eignarhluta í rekstri þá gátu þeir ekki svara fyrir hvort að það yrði að láta reyna á það sérstaklega.
eins og með að setja hitaveituna í notenda eignarfélag. En við nálguðum svolítið það verkefni með það í huga að það var hægt að stofna sjálfseignarfélag sem eingöngu notendur gætu átt kjörgengi í að stýra. Þótt að það er hægt, en þá yrði slíkt félag að greiða fyrir kaup á hitaveitunni. Þetta er verkefni sem var rætt fyrir norðan hvort að við vildum ekki bara stoppa og reyna að klára þetta áður en yrði það sameiningu. En í okkar samtölum í nefndinni að þá teljum við sem sagt traust á milli aðila vera það ríkt á báða bóga að það sé ennþá unnið að þessu ef að kæmi til sameiningar. Eitthvað meira sem ég er að hoppa svona yfir. Er ég búinn að velta öllum steinum við? Nei. Þetta var skotið á mig nokkru sinnum á fundinum hvort ég væri búinn að velta öllum steinum við í þessum viðræðum. Og það auðvitað þannig að þegar eru svona viðræður í 6 manna nefnd ásamt 2 ráðgjöfum, að það alveg einhverjir hluti sem okkur kannski sést að ræða sérstaklega. Já, náttúrulega mikið spurt skólamálin og sýn samstarfsnefndarinnar sú að það rekin einn skóli í sveitarfélaginu sem grunnskólinn á Drangsnesi sem rækir skólasel í Norðurfirði. Og ég sagði líka að mín persónulega sýn væri sú að þegar nemendur í Árneshreppi eru komnir upp í 8. bekk að þá til mjög gott kerfi sem heitir Ásgarður sem skóli í skýjunum sem mjög fastmótaður undir akkurat svona þjónustu. En þess má geta að flestir sem eru í þeim skóla eru staddir á höfuðborgarsvæðinu. Síðan var líka spurt stjórnsýsluna fyrir norðan að þau myndu missa þarna starf og missa útsvarstekjur. En náttúrulega þegar það orðið eitt sameiginlegt sveitarfélag þá náttúrulega skipta útsvarstekjur ekki máli hvar þær verða til. En í grunninn snerist þetta kannski meira hræðslu, núna þetta mín túlkun að það var ótti að það væri enginn fyrir norðan til að stýra verkefnum, stýra framkvæmdum, hafa svona þessa daglegu umsjón. Og mín persónulega sýn sú að þetta kannski verkefni sem við getum leyst með heimastjórninni. Að koma á svona verkefnastjórnun til þess að stýra þeim framkvæmdum sem þau þarf að sinna það fyrir norðan. Og ég benti á að þetta ekkert bundið við bara fyrir norðan. Þetta bara verkefni sem við erum að glíma við líka hér. Að það að reyna að stýra verkefnum. Því að við erum fá og við erum ennþá fá þótt við sameinumst og þau voru að segja að þau væru svo mikið færri en það ekki gríðarlega mikill munur á milli sko. Ef að í tölum segja þau séu 60 það ekki í skránni og við erum sögð 120. En síðan þegar við horfum á kjörskrárnar okkar að þá eru töluvert færri sem kjósum. Við erum örugglega mikið nær hvort öðru þegar við horfum bara á kjörskrárnar okkar. En þessi liður var meira hugsaður til þess að reyna að bregðast við og svara ykkar spurningum og ég náttúrulega bara að spurja ykkur, einhverjar spurningar sem þið viljið spurja sem hefur ekki verið svarað? Og þið sem eru á netinu, þið rétti bara upp hönd eða þið viljið fá orðið. Það ekki búið að vinna fjárhagsáætlun fyrir sameiginlegt sveitarfélag.
Ef það verður kosið og það verður samþykkt í báðum sveitarfélögum að þá myndast þarna bil þar til að það verður kosið til nýrra sveitarstjórnar. Sá tími nýtist meðal annars fyrir, hvað heitir nefndin þá? Undirbúningsstjórn nýs sveitarfélags. Og hún hefur á tækifæri á að setja upp hvernig heimastjórn gæti litið út, en heimastjórnin náttúrulega skipuð 3 einstaklingum. Ja, það er formið sem heimastjórnir eru og að einn aðili í heimastjórnum komi úr sveitarstjórn. Og þessi nefnd hefur meðal annars það hlutverk í sjálfu sér að steypa saman fjárhagsáætlun sveitarfélaganna, þannig að nýtt sveitarfélag viti hvar það stendur þegar að það tekur til starfa. Það er ein spurning á netinu, það var spurning varðandi erlenda íbúa, hvort það væri 3 ára samfelld búseta á Íslandi eða í sveitarfélaginu sem að réði kosningaréttinum, og það er samfelld búseta á Íslandi. Það þurfa ekki að hafa búið í sveitarfélaginu öll 3 árin. Annað sem var svolítið spurt það var hvernig þessi peningar skiptast. Það er náttúrulega, þetta er 2 konar breytingar. Það er annars vegar að föstu framlögin úr jöfnunarsjóði hækka þarna 13 milljónir. Það er náttúrulega inn í rekstur sveitarfélagsins, en síðan er þarna sameiningaframlag sem á að í rauninni að dekka þann kostnað sem verður til við sameininguna á þessum 2 sveitarfélögum. En eins og ég sagði fyrir norðan, ástæðan fyrir að þetta gekk kannski svona hratt fyrir sig og við settum þessi tímamörk er að ekki er flókna sameiningu á stjórnsýslustigi, sko. Það eru fáar stofnanir, einsleitt nefndakerfi og sambærileg verkefni. Þannig að vissulega tók þetta hratt af, en það var kannski ekkert allt og mikið til þess að ræða þegar það kemur að hlutum eins og nefndaskipan, skólaskipan og annað sem tengist rekstrinum. En það er það sem ég ætlaði að nefna, sko, við ræddum það í bílnum á eftir fundinn í sem sagt Norðurfirði að það er undirbúningsnefndin sem ákveður hvenær er kosið. Það er ekki bundið við það þótt að yrði sameina hér að það þyrfti að kjósa til nýrra sveitarstjórnar í næstu sveitarstjórnarkosningum. Það var eitt af því sem við ræddum í bílnum á leiðinni. Það er hægt að undirbúningsnefndin getur ákveðið svo að það verði tekin lengri tími í það. Þessi punktur var ekki nefndur í Norðurfirði sérstaklega, en þar var svolítið fólki þar fannst þetta vera að gerast of hratt. Það væri of mikið sem ætti eftir að skoða. Þetta er náttúrulega ferill sem var löngu hafinn áður en við fórum í þessar óformlegu viðræður og formlegu viðræður. Og náttúrulega við vorum búin að hittast 2, 3 sveitarstjórnirnar og ræða þetta fram og tilbaka. Það er náttúrulega alveg skýrt mál að við ætluðum ekki að yfirtaka annað sveitarfélagi. Þetta er sameining og þetta er gert með hagsmuni íbúanna að leiðarljósi. Vissulega er sem sagt að ráðherra búin að gefa það út að hann ætlar að falla frá þessu heimild hans til þess að eigin frumkvæði að sameina sveitarfélög. En það er ekki búið að falla frá lágmarks íbúa viðmiðinu sem er 1000 manns. Og hann boðaði í sömu frétt að hann ætlaði að gera miklar breytingar á sveitarstjórnarstiginu í lögum. Og það er mín persónulega skoðun að hann er ekkert að fara að draga neitt úr hvötum til sameiningar.
það eru 2 hvatar í gangi núna. Það er annars vegar jákvæður hvati fjárhagslegur og síðan hinn hvatinn sem prikið sem líka fjárhagslegur. Breytingar á jöfnunarsjóði geta breytt dæminu gríðarlega hratt. Einhverjar frekari spurningar svona? Bara, þið með einhverjar spurningar sem að... Hafnirnar? Við ræddum í rauninni ekki hafnirnar sérstaklega, eða ekki hafnarmannvirkin, en það var rætt aðeins byggðakvóta. Og það náttúrulega þannig að eins og var sagt áðan, þetta var svona aðeins bætt í þennan part í fyrirlestri núna, að það náttúrulega almennu byggðakvóti sem tilheyrir byggðinni Drangsnesi eða höfninni Drangsnesi og það annar byggðakvóti sem tilheyrir höfninni Norðurfirði. Og það náttúrulega bara reglur sem sveitarstjórnin setur, með hvernig hún sér fyrir sér, reglur utan þann almenna byggðakvóta. Og þá var ég spurður hvort að það sé hægt að binda þetta og svarið alltaf að ný sveitarstjórn náttúrulega aldrei bundin af því sem sagt áður. En ég sagði að þar að ég sé enga að við séum að ásælast þeirra 15 tonn í Norðurfirði sérstaklega sko. Það eins og kom fram áðan, þá náttúrulega má vera með sérreglur fyrir byggðakvótann eftir stöðum og það í sjálfu sér ekkert það ekkert í sameiningu sem að dregur úr vægi hafnanna. Hér eru til dæmis reknar 2 hafnir og full ástæða til þess að vera með 2 hafnir og þriðja höfnin hefur aðra kosti en þær 2 og rekin á öðrum forsendum, þannig að það ekkert sem að svona togar á það að það sé einhverjar breytingar gerðar þar á rekstri hafnanna. En auðvitað getur það komið til á einhverjum öðrum ástæðum ef að það verði einhverjar breytingar á rekstri hafnanna. En að svo stöddu þá sjáum við ekkert sem að geti það engar svona sjáanlegar eða fyrirsjáanlegar ástæður til þess. Ein spurning sem við fengum sko, það ef að yrði að sameiningu hvort eitthvað myndi breytast hjá Vegagerðinni þjónusta, út af því að það var talað annars vegar framkvæmdir hjá Vegagerðinni og hins vegar þjónustu, hvort að þeir myndu breytinga þjónustinu og vitna í Vesturbyggð þar sem Vegagerðin hættir að styrkja í rauninni almenningssamgöngur milli byggðakjarnanna út af þetta væri orðið sameiginlegt sveitarfélag. Það rétt. Það náttúrulega annar sjóður sem tilheyrir því að tengja byggðarlög milli sveitarfélaga. Það á ekki beint við hjá okkur og ég ítreka að samgönguáætlun stýrir framkvæmdum í samgöngum. Það ekki verið að breyta samgönguáætlun eftir í hvaða sveitarfélög sameinast eða ekki og það þjónusta á vetrarþjónustu Vegagerðarinnar bara ákveðnar reiknireglur sem við erum náttúrulega gríðarlega ósátt við og við vorum alltaf að benda á að þau var ekkert einu sem var að berjast fyrir bættri vetrarþjónustu. Það allir alltaf að berjast fyrir því og það stutt síðan eða nokkur ár síðan að Vegagerðin var að hóta því að lækka þjónustustigið niður í 5 daga eða 4 daga á Drangsnes. Þannig að þetta endalaus varnarbarátta sko. Og stóra spurningin erum við betri saman eða í sitthvoru lagi? Ég náttúrulega það spurningin sem hver og einn verður að spyrja sig. Fyrir mitt leyti að þá eru kostir og auðvitað eru gallar. Gallar eru náttúrulega að það eru fjarlægðirnar og við viljum alls ekki að þetta þróist yfir í við og þið, að það að ná þessi samheldni í heildarhópinn. En það var líka sem ég sagði að í samstarfsnefndinni þá tölum við mikið það að reyna að fela
heimastjórnin í Árneshreppi öll þau verkefni sem okkur heimilt og viljum fela þeim. Það eins og það var sýn okkar að þeir myndu hafa yfir fasteignum að ráða, í hvað þeim er ráðstafað og hverjum þeir eru leigð, að það sé vald liggi á heimastjórn. Það er líka vilji okkar að heimastjórnin hafi heimild til þess að ákveða leiguverð á sínum eignum og leggja þá til ráðstöfun, þú veist, ef að það sé vilji heimastjórnarinnar að eignir séu seldar eða settar í félagaform eða hvað það er, að fela þeim svolítið valdið, ásamt því að þau hafi skipulagsvaldið af sínu nærumhverfi hjá sér. Og þar sem við vorum nú svolítið að ítreka fyrir norðan að með því að hafa skipulagsvaldi að þá ert þú svolítið mikið að ákveða hvað þróast. Það er ekki þannig að sveitarfélög geti ákveðið að heilu þorpin rísi einhvers staðar. Þetta þarf náttúrulega alltaf að vera með vilja, þú veist, íbúana og eigandana og allra, þú veist, til þess að það gerist og síðan fer það í gegnum skipulagsferli sveitarfélagana. Það er náttúrulega fullnaðarafgreiðsluvaldið nær í skipulagsmálum nær til deiliskipulags og deiliskipulag þarf alltaf að vera í samræmi við aðalskipulag sem á sveitarstjórn samþykkir, þannig að það er svona svipað eins og fjárhagsáætlunin, þar eru settir rammar sem að þá heimastjórnin þarf að virða. Er einhverjar fleiri spurningar, annaðhvort af netinu eða úr salnum? Allt ljóst. Það var náttúrulega áhyggjur af samgöngum að það getur að þessum besta á milli og gríðarlega verkefni að koma þeim í lag, en það verður að gera svo margt og hefur kannski ekki eins mikla peninga, það verður bara að verða en þó bara tempaleika malavegin borðarús frá þessu þurfum við kæra þetta og skil. Alveg klárlega, og þetta er sko, þú veist, okkar hagur, það er líka okkar hagur að byggðin í Árneshreppi verði blómleg út af því að það styrkir okkur að við séum ekki orðin, þú veist, næst á endanum sko. Og þessi gríðarlega vöxtur sem er í ferðaþjónustu, hann er partur af því er tilkomin vegna þess að fólk stoppar hér og fer síðan áfram norður. Þannig að þú veist, þetta er allt samhangandi. En sko aftur er það að sveitarfélagi getur verið málsvari bættra samgangna, en sá málaflokkur er hjá ríkinu. Við eyðum gríðarlegri orku í þennan málaflokk, en hann er sem sagt, þú veist, þetta er í rauninni bara, þú veist, við erum að sækja og mynda pressu á einhver aðra sem stýra þessu. Staðan fyrir að vera alltaf að horfa inn á við á þetta, að þá eigum við vera að pikka í þingmennina sem eru fyrir okkur í þessu. Okkur er ekki að koma þessu inn í samgönguáætlun. Okkur er Veiðileysuháls alltaf færður í hverri samgönguáætlun á síðasta part nýrrar samgönguáætlunar. Þetta átti að vera búið, 2012? Þú veist, þetta er náttúrulega bara, þú veist, galið, þú veist, þetta er haft þarna inni út af því að það vita allir þetta þarf, þetta virkilega þarf, þótt að vegurinn hafi náttúrulega skánað þó nokkuð þegar þeir gerðu þarna ljósleiðara framkvæmdirnar, þá skánaði partur á honum helling, en þú veist, það er hellingur eftir og síðan er það að þá náttúrulega aðeins talað Hvalá og hvað geti fylgt henni. Það er náttúrulega, ef að verða að Hvalá, þá er náttúrulega gríðarlegur uppgangur í kringum það verkefni og það eru engin smá tæki sem þarf að flytja norður og það er stundum sagt að það verði flutt bara sjóleiðis, en við vitum það að það er aldrei hlutir sem eru fluttir, þú veist, einn og stakur, hann fer aldrei með skipi, ein beltagrafa, ein búkolla. Þú veist, þegar það er verið að skipta eitthvað, þú veist, þetta fyrir all landleiðina og þetta eru bara hlutir sem þurfa að bera þetta.
Ég var sakaður það að tala mikið fyrir sameiningum fyrir norðan í lokin. Ég sagði að ég var svolítið settur svona í þá stöðu að þegar ég varð að svara fyrir, að verði náttúrulega svara fyrir okkur við skilum jákvæðu áliti samstarfsnefndin, en þetta náttúrulega svolítið tilkomið eftir okkar samtal í gegnum þennan tíma að við sjáum, við erum ekkert með ólíka sýn. Það er náttúrulega alltaf hræðsla við að missa fókus af einum punkti til einhvers annars, en það er líka partur af því að við hugsum alltaf fyrst okkar hagsmuni, síðan okkar næst og síðan heildina. Þetta er bara mannlegt eðli og það er ekkert óeðlilegt við það að máta sig inn í verkefnið þannig, en ég trúi því að við stöndum betur að vígi eftir sameiningu heldur en í sikuru lagi, en ég sagði líka fyrir norðan að það er engin dauðadómur þótt að þetta sé hafnað. Við erum til í dag og við verðum til áfram þótt að það verði. En ég sagði líka fyrir norðan að það er mín sýn að eftir, þú veist, sameiningarstyrkurinn greiðist út á 7 árum. Ég held persónlega að eftir 7 ár verði ekki sveitarfélög undir 250 til. Þótt að hann sé að fella út heimildina sína til þess að sjá sjálfur sameiningar, að þá held ég að komi bara aðrir önnur viðmið, aðrir hvatar sem muni neyða til frekari sameiningar. Einhverjar spurningar á netinu? Þetta er bara, ef þið erum með spurningar á netinu þá getur þið opnað fyrir hljóðnum að það heyrist vel í ykkur út í salinn. Það er ekki. Það má líka skrifa í spurningar. Það eru 20, það eru þá 18 gestir á netinu. Það var mest 23 sem ég sá, það var 21. Nei, það kom ekki þessi spurning, það kom svona mjög sambærileg spurning, þú veist, það sem ný sveitarstjórn tekur við er hennar vald. Það er óábyrgt að mér eða okkur að lofa einhverju hér og nú sem við getum ekki staðið við út af því að það er ekki við hér sem höfum valdið, það er ný sveitarstjórn. En þú veist, við höfum öll okkar hugmyndir. Ég er alveg með mínar mjög sterkar hugmyndir að nafni á sveitarfélagi, sko. Ég er alveg búinn að teikna upp í huganum, sko. En okkar nafna í svona verkefni þá tökum við alltaf nokkra fyrstu stafina úr báðum sveitarfélögum, skeytum þeim saman til að hafa svona eitt svona stutt vinnuheiti sem við bætum fyrir framan skjölin og hjá okkur endaði það í Kaldárnes. En það er ekki til sem staðarheiti, þannig að Nei, það má alveg grínast með þetta. Ég skal alveg segja hvernig ég sé þetta fyrir mér. Ég sé þetta fyrir mér svona að það verði bæði hreppamerkin okkar hlið við hlið og undir stendur Árneshreppur og sem Kaldárneshreppur, nema það verður búið að gera svona punktalínu yfir fyrri partinn á báðum sveitarfélagsnöfnum, hann eftir stendur bara Neshreppur. Bara aðeins svona til þess að stríða hinu opinbera stjórnsýslukerfi á þessu blessaða Íslandi. Það er fordæmi fyrir því að vera bara með sveitarfélagsmerkin hlið við hlið. Fjallabyggð sameinaðist 2006 og þar standa ennþá bara sveitarfélagsmerkin 2 hlið við hlið. Þarna fóruð yfir mörkin að segja að merki okkar var ekki fínt. Þarna var þetta. Þar fór vonin samstöðu. Já. En sko, þið verður nú að
Þið verðið nú að láta mig aðeins hafa fyrir þessu. Ég stóð uppi í 1,5 klukkutíma að svara fyrir þetta allt saman í Árneshreppi, sko. Þannig að Þekkar saman. En ég sífellt þetta fyrir mig, sko, af hverju við erum að þessu. Virðist að verða bara alveg eins eða næstuð í alveg eins. Af hverju það að standa í þessu? Vissulega, sko, spurningin af hverju að þessu ef þetta sé nánast alveg eins. Sameina sveitarfélag náttúrulega ekki alveg eins, það miklu landfræðilega stærra. Það eru fjárhagslegi hvatar til þess sem við sýnum fyrir tekjur Kaldranahrepps eru 250 milljónir á ári og Árneshrepps var Rúmlega 100. rúmlega 100 Dráfinn. og að fá 13 milljónir aukalega í fasta framlagið frá jöfnunarsjóði umtalsverð hækkun ef þú talar það út frá skatttekjum. Og síðan náttúrulega sameiningaframlagið sem kemur sem sagt greitt á 7 árum og það virkar þannig að mest fyrst og síðan fjarar það svona út. Þetta náttúrulega á að vera kostnaður bak við sameininguna. Síðan það að staðinn fyrir að vera með 2 setta nefndum í öllu að þá náttúrulega hægt að minnka álagið á einstaklinga. Við vitum hvað álagið á nefndum hjá okkur. Ímyndið ykkur að fækka þessu helming og ætla að sinna öllum þeim nefndum sem við þurfum nú þegar að sinna. En eins og ég sagði fyrir norðan, það ekki þannig að við séum komandi á hvítum hesti ríðandi norður til þess að leysa öll þeirra mál. Þetta ennþá þeirra verkefni fyrir norðan sem búa þar. Þau þurfa að sinna sínum málum og það verður að vera hægt að sinna framkvæmdum fyrir norðan án beinnar, aðkomu okkar. En þar var þessi grunnur að það væri hægt að hafa 3 manna heimastjórn í Árneshreppi sem gæti verið þessi, tenging við stjórnsýslukerfið og alla leið niður í framkvæmdirnar sem þarf að sinna. Eru ókostir? Já, það eru náttúrulega ókostir. Það eru fjarlægðin og það þessi hætta að ná ekki samstöðunni að við séum öll saman í þessu verkefni. Og ég sagði þetta á íbúafundinum fyrir norðan að þetta hefði verið svolítið ólíkt í fyrri lotunni á íbúaþingunum sem ég héldum út af þessu, að hér höfðu við áhyggjur af því að það yrði ekki samstaða í sameiginlegu sveitarfélagi. Og þá sagði ég fyrir norðan núna í dag að hjá okkur hefur þetta svolítið verið að núna erum við öll saman í þessu verkefni. Við erum að byggja parhús. Núna erum við bara í því, þá getum við ekki gert eitthvað annað. Núna erum við að byggja björgunarmiðstöð, þannig að við erum ekki að gera eitthvað annað á sama tíma. Þetta áhætta sem fylgist í að sameina, af hverju að gera þetta þarna, við viljum þetta hér núna. En þetta náttúrulega bara verkefni sem verður að vera hægt að vinna sig úr. Og það var verið að grínast með það eftir fundin hvað þau ætla að nota sínar 100 milljónir í fyrir norðan. Þannig að þetta bara, það verður að vinna heildarsýn í þessu samfélagi. Við erum orðin eitt samfélagi ef það verður sameinað. Þannig að þeirra ábati okkar ábati. Komnar 2, ein spurning og ein athugasemd á netið. Það verður ekki bara ráðinn sveitarstjóri í fullt starf. Það spurningin og svo ábendingin við ætlum að nota framlagið til að vinna í innviðum áður en kemur til stærri sameiningar.
Segja okkur hvernig það ber á spurning. Já, það Valgeir Jens Guðmundsson sem ber spurninguna. Verður ekki bara ráðinn sveitarstjóri í fullt starf og svo þarf ég glerugu. En til þess að svara því út af því að Arnlín, já. Meira sér glerugu undir Já, sko, þú veist, ég náttúrulega tek undir það að þessi fjármunir eru til þess að vinna á innviðaskuldinni. Það var mikið rætt á leiðinni norður, hvað vantar gríðarlega mikið kalt vatn í Norðurfjörð, bara fyrir húsbyggingarna þar og möguleikarnir í hitaveituframkvæmdum bæði í Norðurfirði og á Gjögri og Gjögursvæðinu. En varðandi spurninguna að ráða sveitarstjóra, aftur að þá þetta eitthvað sem ný sveitarstjórn myndi ákveða og það náttúrulega oft þannig að það hægt að ákveða eitthvað síðan bara breytt. En þessi spurning kom líka fyrir norðan nema í svona öðru að það væri lítið greitt fyrir nefndastörf og fyrir störf oddvita í Árneshreppi og hvernig það yrði í sameiginlegu sveitarfélagi. Og þá bendi ég á að oddvitastaðan hér ekkert mikið stærri heldur en oddvitastaðan í Árneshreppi og þótt að hún sé einhver stærri. Oddvitin í Kaldranahreppi er með 40 fasta tíma í mánuði sem oddviti og það eru launin hans. Það skýrir kannski ýmislegt okkur að ég á fullt af stöðum. En nei, þetta bara staðan og ég var að segja að þú veist, þarna ekkert svo langt á milli okkar. En í nýju sameiginlegu sveitarfélagi þá náttúrulega alla nefndir, það engin mismunun. Þú veist, þetta á að vera sambærilegt á sama hvor það og það líka þannig að þegar eru skipaðar sameiginlega nefndir að þá á það að hafa alla tæknilega getu og það yrði ennþá skrifstofurými sem núverandi skrifstofa í Árneshreppi þar sem yrði fjarfundabúnaður til þess að hafa aðstöðu til þess að koma saman og funda saman. En það ansi oft núna, við sjáum það að það eru fleiri á netheimum en í salnum. Þetta bara tækni sem við erum byrjað að nýta okkur gríðarlega. Ég sé að það slatti af fólki sem á netinu sem eru hér innan bæjar. Já, þú veist, og þetta bara þægindin við að geta verið þarna. Þú getur verið heimahöður upp í sófa, ekki einu sinni í buxum og þú ert með okkur. Þú veist, þetta gríðarlegur kostur og þetta fer ekkert minnkandi, sko. Og síðan tölum við líka svolítið þarna í byrjun á kynningunni þessar íbúagáttir. Og það bara þannig að sveitarfélagsstigið á Íslandi fyrir utan Reykjavíkurborg hóf vegferð fyrir 2 eða 3 árum sem heitir Stafrænt Ísland og sem gengur út á það að öll sveitarfélög borga bara hlutfallslega inn í pakkan og það verið að reyna að búa þetta til þessa gátt fyrir bara öll sveitarfélög, það verður bara eitt viðmót. Þar sem við sjáum þetta að núna bara fyrir 2 mánuðum eða 3 mánuðum var byggingafulltrúa gáttin, hún bara orðin opin núna, bara á island.is. Þú fer bara þar inn, sækir byggingarleyfi og allt svoleiðis. Við getum sagt að þetta sumir segja þetta sé af hinu slæma, sumir segja þetta sé af hinu góða, en þetta bara veruleiki sem að gerast. Þú veist, hver hefði trúað því hér fyrir 20 árum að við myndum segja að það verður öllu bankaútibúum lokað og þetta fer allt í gegnum tölvu heimahöfðar. Þannig að þú veist, hlutirnir breytast hraðar en maður heldur. En við sjáum það líka og vorum að benda á það fyrir norðan að það eru engar jarðir sem eru til sölu. Allar jarðir seljast og það gríðarlega, þú veist, þeir sem kaupa jarðir ekki einu sinni, þú veist, það ekki endilega verið að nýta í þessum típiska landbúnaði. Fólk getur orðið núna unnið svo gríðarlega án staðsetningar. Og það alveg fjölmörg dæmi bara í okkar samfélögum, bæði hér og fyrir norðan, hvað gríðarlega mikið sem fólk sem sagt að nýta þessa möguleika, að vera, þú veist,
meiri og meiri hluta, þú veist, eins og bara fyrir norðan. En ég veit að margir spyrja sig okkur Finnur svona ógeðslega mikið á Iði. Hann búinn að sitja alveg ótrúlega mikið í dag og hann ekki búinn með hreyfingarskammtinn sinn og hann verður aðeins að fá að rölta. Þetta gleðlinsa, þannig að þetta allt í lagi. Já, ok. Verð ekkert út úr. Það kannski eitt sem maður hefur ágjur af að þegar það fara í öðru svæði að þeir verða afskipt og þeim finnst þeir verða afskipt, að þá skiptir náttúrulega upplýsingagjöf miklu máli og það í þeirra höndum að geta farið með þessi ákveðnu mál sem eru þeirra nær mál, því að þetta oft aðalmálin hjá okkur og þannig svona næst samfélagið að þá þarf að nota óspartarinn að koma til þeirra upplýsingum og vera með virk í samstarfinu, og það beggja að reyna að gera þessi best. Það klárlega áskorun að ná að halda öllum nægilega upplýstum á hverju hlutirnir eru gerðir og hvað það sem ákveðið. En þetta náttúrulega bara á sama tíma tækifæri sem fólgið í þessari stafrænni nálgun að vera bara með sveitarstjórnarfundi sem eru bara opnir á raunheimum, allir geta fylgst með. Við vitum að það gríðarlegur áhugi ansi oft á að mæta á sveitarstjórnarfundi og húsrýmin leyfa það stundum ekki. Nei, sko, núna áttu allir að hlæja, sko, Nei, já, ég segi svona að, þú veist, þetta hefur stundum verið að það hafa verið í sveitarstjórnarfundir og það ekkert alltaf gríðarlegur áhugi fyrir þeim. En það geta alltaf verið svona einstök mál sem gríðarlegur mikill áhugi fyrir. Og við sáum það, þú veist, fá mál sem hafa verið svona vinsæl á okkar svæði eins og Hvalárvirkjun hefur verið. Og það áskorun að bregðast við svoleiðis áhuga. Það líka þegar að upplýsingar eða til dæmis eins og þegar fundir hafa, svo ég byrja nú aftur, Garðabær var svolítið brautryðjandi í því að útvarpa fundum og reynslan hjá þeim var að þegar að útvarpunin, eða þegar það var byrjað að útvarpa, þá jókst áhugin og gestir fóru að sýna sig í salnum. Þannig að fólk sem hafði áhuga og fékk áhuga og fylgjast með þessu fór í staðinn fyrir að hlusta heiman, fór að mæta á fundina. Þannig að það jókst ásóknin í að koma á fundina og vera í þessum beinu tengslum við það að byrja að útvarpa. Þannig að það hefur líka þau áhrif að það að þú hefur aðgang að upplýsingunum, það að þú hefur aðgang að útsendingunni, það vekur hjá þér áhuga að fylgjast með. Það var eins og með handboltan, ef hann sýndur sjónvarpið, þá koma fleiri á leikina. Já, nákvæmlega. Mitt. Já. Það er hægt að sýna sjónvarpið, það koma allir, en ekki aðeins. En þið náttúrulega búið mjög vel hér, sko, ef það verður húsfyllir, þá getur þið fært ykkur inn í stóra salinn. Er það ekki? Jú. Einhverja frekari spurningar, annars held ég að sé bara svona að fara að styttast í þessu. Við erum komin yfir 2 tímana, þannig að Ok, það má. það má. Ef við draugum hérna, er ekki eins og handboltanum með. Já. Mér langar svo að spyrja einu. Við tala svolítið mikið um það að það verið heimastjórn í Árneshreppi. Er ekkert spáð í það að það geti alveg verið að íbúar í Árneshreppi yrðu meiri hluta í sveitarstjórn og yrðu þá heimastjórn okkar megin eða? Sko, það alveg möguleiki að það geti orðið. Það til dæmis, ég benti á það fyrir norðan að það hefði ekki verið lagður listi fram í áratugi í Kaldrananshreppi, en ef að kæmi listi fram í Árneshreppi og var ekki vilji fyrir lista hér, að þá geti ráðið öllu saman, sko. En það svolítið gengið út frá því í þessu að stærra samfélag hafi sem sagt meiri aðkomu að stjórnsýslunni. En það ekkert sem stoppar það ef að færa á hinn veginn að það yrði þá heimastjórn hér
jafnt eins og yrði fyrir í Árneshreppi. Það væri þá bara nýrar sveitarstjórnar í raun og veru að bregðast við þeirri stöð og hún gæti þá sett upp heimastjórn eða einhverjar aðrar ráðstafanir. Já, ég var bara að spá í þetta, af því að mér finnst vera að tala svolítið á hinn veginn, sko. Alveg góð pæling. Já, það vissulega meira búið að tala um það að stofna heimastjórn í Árneshreppi, en það hefur kannski verið svolítið til þess að bregðast við þeim áhyggjum þeirra að þau muni missa sem sagt stjórn á sínu nær umhverfi. Það er svona verið svolítið svona punkturinn í þeirri nálgun. Já, því ég sá einmitt á Feysinu að það er fólk búið að setja nafn sitt á lista sem er tilbúið til að vera þar en það hefur ekki komið svoleiðis í okkar hrepp. En annars takk kærlega fyrir, gaman að fylgjast með. Takk sömuleiðis. Við náttúrulega, ég sá þennan lista á leiðinni norður og ég hafði nú engin tök á að ræða hans sérstaklega. Þannig ég ætla ekkert að tjá mig allt of mikið þar sem ég veit ekki ég veit ekki hvað er að baki, þú veist, er þetta fólk sem er bara að lýsa yfir vilja til þess að fá tilbúið til þess að hafa áhrif á sitt nærumhverfi, þannig að sko ég ætla að bíða með að bregðast við þessu þangað til að ég skil kannski meira hvað er að bak við þessu lista. Út af því að þarna eru bæði einstaklingar sem búa þarna, einstaklingar sem eiga ekki lögheimili og alls konar einstaklingar sem hafa ólíkar skoðanir sko, en vilja eiga það allt sameiginlegt að vilja náttúrulega Árneshreppi sem best. Jæja, síðustu spurningar. Síðasta spurning, heldur þú komist heim? Ja, það er spurning sem að, já. Ef ekki, Þröskuldarnir, já. þá ætla ég bara að segja þessu lokið og þakka öllum kærlega fyrir komuna. Takk fyrir.